talent. U2 hefur ekki, eða þeir félagar, þeir hafa ekki talent. Þeir eru bara loftbólur. Iggy Pop er ekki loftból, hann er búinn að vera að síðan sko 69 sko. Já, sem bara leitt Bítlarnir bara. Já, og hann bara gefst ekki upp sko. Nei, svo Alltaf cool. Svo Rollingarnir bara. Nei, menn hann er ekkert eins og Rollingarnir neitt sko. Nei. Nei, er það ekki? En sko, ég meina, kannski í dag er hann ekki aðalgæinn, skilurðu? En ég meina, hann var æðislegur. Sérstaklega á þessum tíma, hérna. Já. Lust for Life. Lust for Life. Góður. Já. Já, þér finnst það. Mér finnst það. Og ég meina, þú eru bara þegar að finnast það en kvöldið. Já. Svona forkvöld. Ert þú svona kaffibarsmaður? Nei, ekki myndi nú segja það. Nei. Ég fer nú stundum svona, já, ef maður fer eitthvað út úr húsi, svona í bíó eða eitthvað. Já. Ég fór nú á laugardaginn, fór ég á hérna Trainspotting. Já. Og þar var einmitt mikið Iggy Pop, eitthvað? Það var mikið Iggy Pop. Það var svona Iggy Pop gegnum gangandi í því, en það er svona heroínista mynd og Iggy Pop og David Bowie, hann var alltaf loðað svona við heroínista. Já. Og alltaf verið svona þeirra tónlist, sko. Svolítið skrítið, eins og dóp virðist oft, svona ákveðin tegund af dópi virðist oft hengja sig utan í einhver ákveðina tónlistarstefnur, sko. Eða tónlistamenn. Tónlistamenn, sko. Að þá hefur heroínið alltaf elt þessa tvo. Já. Og mannst þetta hérna dýragarspjörnunum. Jú. Þá var nú David Bowie gegnum gangandi þema í þeirri mynd, tónleikar með honum og plaggött og tilvitnanir í David Bowie. Og í þessari mynd er það Iggy Pop, sko. Og Lust for Life. Og það er meira að segja, já, það er slílulögin hans og plaggött á honum og veggjónum og það er verið að vitna í hann og svona. En síðan fórum við á kaffibarinn eftir það, bara svona í kaffisopa, sko. Ég fór þannig núna á föstudagskvöldi, eftir mikið partí, sko. Já. Það var verið að frumsýna Sirkusskaraskrípo og mikið svona party night, sko. Party on. Já, og þú veist, ég fer mjög sjaldan að það, sko, nema kannski á daginn og fæ mér svona grillaða samloku með osti, sko. Já. Og skinkuosti. Afskaplega gott, en á kvöldin þá verður þetta dálítið svona krömmi eitthvað með, sko. Það er náttúrulega ofsalega biðraðir, sko. Já. Og ég var fyrir því til dæmis, sko. Við fórum hana í biðröðina og komumst fram fyrir biðröðina. Já. Af því þetta var svona okkar kvöld, sko. Og þetta er náttúrulega, þetta er dálítið svona celebrity status, sko. Þú veist, ef það er þitt kvöld, sko, þá kemstu fram fyrir biðröðina, sko. Og mér finnst ég sjálfsagt ekkert að því að fara fram fyrir biðröð, til dæmis svo, það var merkum að Bubbi Mortens sagði það ekkert að það einu forréttindi sem hann veitti sér út af sinni frægð væri það að komast fram fyrir biðröðir. En maður finnur náttúrulega ofsalega hatursbylgju svona móti sér, sko. Já, frá þeim sem í biðröðinni, skilur, og þurfa að bíða eins og menn. Frá almúganum, sko. Já. Það var nú ekki það sem að... Ég er náttúrulega að bíða aldrei í biðröðum, sko. Ég nenni ekki að bíða í biðröðum. Ef ég kem einhvers stað, sko, þetta við að kíka upp á að biðröð, þá bara fer ég, sko. Það sem ég pirraði mig mest, það var þegar konan frá Helgapóstinum, sem ég ætla nú ekki að nefna. Og hún kom á móti mér. Og það var aldrei, sko, voða gaman, sko. Kom á móti mér. Ég hef aldrei hitt þessa konu áður. Kom á móti mér og kyssti mig, sagði hún, og kom með tungun á móti mér. Það ætlaði að fara að kissa mér, þú veist, ætlaði að fara í sleik við mig. Og ég svona, og hörfaði frá, sko. Hvað heldur hann að spurt mig? Ertu hommi? Ekta svona, það er eins og Helgapóstin. Hann úr þessu efni, sko, algjörlega. Ertu hommi? Það veist, svona hverju voru hvar og svona, sko, allt í einu þegar maður er orðinn þar, sko, í svona eina kvöldstund, sko. Kom einhverja Helgapóstsbeljur bara á móti mann með tungun. Ógeðslegt.